Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Þessi þáttur gerður í samstarfi við Netto og Unbroken. En Unbroken fæst einmitt í heilsuhillum Netto. Unbroken náttúruleg orka í freyðitöflu sem unnin úr vatnsrofnum laxapróteinum sem í raun ofurfæða með 25 mismunandi amínósýrur, 11 mikilvæg vítamín, steinefni og sölt, hátt hlutfall af B12, sink og selen. Líkaminn okkar, hann eyðir litlum sem engum tíma og orku í að melta því að þetta svona formelt og það gerir okkur kleift að hefja endurheimt bara strax eftir inntöku. Og það sem ég elska við Unbroken að þetta gefur mér aukna orku án koffíns og það skemmir líka ekki fyrir að Unbroken hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið. Ég drekk alltaf eina Unbroken töflu í vatn á meðan ég æfingum og stundum aðra eftir æfingu líka. Þegar ég var að æfa sem allra mest fyrir 2-3 árum þá fann ég alveg gríðarlega mikið mun á endurheimtu orku á milli æfinga. En í dag tek ég Unbroken fyrir almenna heilsu og vellíðan. Gestur minn í dag hann Dr. Ólafur Þór Ævarsson sem geðlæknir til 36 ára, hvorki meira né minna, og stofnandi Streituskólans. Hann Ólafur afar iðinn við pistlaskrif hin ýmsu málefni sem tengjast heilsu okkar og heilanum og streitu og þess háttar. Og ég hveti ykkur til þess að kíkja mitt á Facebook síðan hans, því þar eru margir góði pistlar. En vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, gaman að fá að koma til þín. Æðislegt bara að fá þig og mér langar nú bara eins og ég spyr flesta sem koma til mín bara hver þú, hver Ólafur og þinn bakgrunnur og hvernig leiddi hann þig þangað sem þú ert í dag? Já, það góð spurning. Ég strákur á norðan eins og ég segi og fæddur á Akureyri og við byggum 3 kynslóðir í sama húsi og það hafði svo sem enginn í minni ætt farið langt í skóla, þannig að ég var fyrstur til þess að fara í svona lang skólanám. Okay. Og ég var nú tiltölulega snemma búin að ákveða að ég færi læknisfræði. En það heldist mikið fyrir mér að fara í geðlækningarnar þegar það kom að velja það því að ég hafði hugsað mér að verða skurðlæknir og ég vissi mjög lítið geðsjúkdóma og ég hugsi ég hafi nú haft bara talsveit mikla fordóma sem strákur og ungur maður en ég ákvaða að gera þetta. Ég fekk mikil áhuga á geðlækningunum þegar ég var á námskeiðinu sem á 5. ári í læknisfræðinni, svolítið seint. Og ég sé ekki eftir því, mér finnst þetta mjög spennandi og það verður eiginlega bara enn meira spennandi vegna þess að það sem hefur gerst á þessum ferli mínum, það er að koma svo mikil þekking heilan og heila starfsemin. Akkurat. Og það að breyta fæinu og það breytir í hvernig við vinnum og það breytir líka hvernig við geðlæknarnir hugsum og ég hugsa að þeir sem kendu mér í gamla daga, þeir hafi ekkit endilega verið mikið að fara út á við og kynna fræðin eða hvernig þeir störfuðu. Þetta nýjung og það gaman líka og það heldur manni við efnið, þá þarf maður sjálfur að lesa og fylgjast með. En mér finnst svona pínu rauði þráðurinn í þínum pistlaskrifum fyrir utan alltaf þegar þú leggur miklu áherslu á streitu en þú talar mikið heilsu. Já. Hvað það sem að svona leitið þangað? Í þessu 3 fjölskyldna húsi voru eldri ættingjar og mörg þeirra voru veik. Já. Afi hafði fengið lömunaveiki sem sjúkdómur sem hhægt að hindra og eiginlega búið að útrýma. Amma var með sykursýki, ein af þeim fyrstu sem greindist á Íslandi, þannig að maður sá, jafnvel bara sem drengur, hvað skipti miklu að það væri til meðferð. Já. Og ég veist að þetta hafi nú haft áhrif á mig og einhvern veginn svona gróið innra með mér. Já. En ég hef líka tekið eftir því að þú talar heilsu, félagslega heilsu, geðheilsu og líkamlega heilsu og það finnst mér áhugavert að skipta þessu þannig og það eitt af því sem mjög mikið til umfjölluna núna í geðheilbrigðisfræðunum, það einmitt félagslega heilsan.
og hvernig við hegðum okkur og allt þetta með lífstílinn. Það hefur náttúrulega allt áhrif, allt sem við gerum. Já, og þegar maður vinnur sem læknir og sér þjáninguna og sér hvað sjúkdómanir trufla, þá náttúrulega óhjákvæmilegt annað en maður fái áhuga á heilsu og forvörnum. Einmitt, forvarnirnar. Já. Hvað getum við gert betur þar? Já, en að því svona að tala eins um mig og ég fá að klára það, að þá fór ég til Svíþjóðar í sérnám við Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg og fljótlega eftir ég kom út þá fór ég að vinna í rannsókn, stóri rannsókn með stórum hópa fólki sem að var rannsókn á heilsu aldraðra. Og mitt hlutverk var að finna út hvernig verið að greina sjúkdóma snemma eins og geðsjúkdóma og Alzheimer sjúkdóm. Og þarna fekk ég líka meiri áhuga á heilsunni og forvörnunum. Já. Og svo svo skrítið þegar maður fer að vinna sem geðlæknir og margir halda þegar að verða að vinna með mjög geðveikt fólk að það sé lítið að gera. Það ekki rétt. En það tekur á svolítið tíma. Og þess vegna þegar maður fer að eldast í starfi sem geðlæknir þá fer maður að átta sig betur á því hvað getur margt gott gerst. Og hvað það oft, ég ætla ekki að tala vel um geðsjúkdómana, þeir eru hörmulegir, þessir alvarlegustu og stundum bara skemma líf fólks og jafnvel stöðva lífi líka, en oftar en ekki þá sér maður líka svo margt jákvætt og bara reyn kraftaverk. Já, og þá hægt að hafa áhrif á framgang sjúkdómana með lífstíl? Já. Við sjáum það öll, að það komin svo mikil reynsla á fræði í kringum lífstílinu, það skiptir svo miklu máli. Og þá ekki bara þarf að tala um mataræðið og hreyfinguna sem að skiptir mjög miklu máli. Það þarf að tala meira um hvíld. Akkurat. Hvíldin skiptir miklu máli fyrir heilsuna. Og það þarf að tala meira um samskipti og jákvæðni. Og þetta eru svona atriði sem að ég myndi vilja leggja mikla áherslu á. Fyrir utan hreyfingun og mataræði, það hvíldin og samskipti, stuðningur og jákvæðni og mildi. Þá ég búin að koma að því að. Já, dásamlegt. Bara 4 svona, hvað kallar maður svona, stikkorð eða stóð. Já. Viltu fara eitthvað nánar kannski í hvert atriði, eins og með hvíld? Hvað hvíld? Já, hvíld kyrring hugans og slökun líkamanns. Það getur við gert á svo ótal marga máta. Og sumir hvílast bara mjög vel í virkni. Man sér það til dæmis í ræktinu. Sumir virðast hvílast bara á brettinu. En flest okkar þurfum kannski að huga meira því að kyrra hugan eða ná út úr huganum því sem erfitt eða þvælist fyrir okkur. Vinna gegn streitunni. Og þetta þekkjum við vel. Og vitum og skiljum en í hraða dagsins og erli dagsins og áreiti dagsins þá verður þetta stundum út undan og við fundum upp í streiturskólanum nafnið daghvíld til þess að minna fólk á að það hægt að hvíla sig á daginn í vinnunni sem mjög framandi fyrir Íslendinga. Við hvílum okkur gjarnan á kvöldin og helgar en þetta hvíla sig á miðum degi, það bara gefur okkur samskupið og maður gæti sagt að maður vil tala þannig að stytting vinnuvíkunar og ákveðin harka í atvinnulífinu drægi úr möguleika á að hvíla sig og eins sem vinnur í opnu rými þar sem mikið áreiti eða vinnur starf þar sem mikið ála, þá ekki alltaf tími til að hvílast. Ljósmóðurinn á hlaupum allan daginn og fluffriðan í löngum flugum en svona örstutt slökun. Kannski jóka lík, ef maður vil segja það. Bara örfá mínútur yfir daginn okkur sinnum getur skipt mjög miklu máli. Og í raun og veru tefur ekkert. Þannig að það svona dæmið það hvernig maður getur tekið axlirna frá eyrunum og slaka þess á og hugsaði eitthvað annað. Getur það verið allt frá því bara að sitja og horfa út gluggann og gera ekki neitt í því að gera svona leittar hugleiðslur eða hvernig svona hvíld? Já, þetta mjög góð spurning vegna þess að við höfum kannski tilhneigingu til þess að hugsa þannig að við getum ekki hluti nema að það séu eitthvað flóknir, að við þurfum að fara í ræktina eða þurfum að fara í jógatíma
auðvitað þetta gott, en það er enn betra ef maður getur búið til í lífstílnum eitthvað sem að hjálpa mann að hvílast inn á milli yfir daginn. Og þetta horfa út gluggan, geta hort út í fjarskan, þetta geta gleymt sér smástund, þetta eru slökkunar aðferðir. Og þeir sem eru spenntir og eru kvíðinir eða samviskusamir, þeir eiga svolítið erfitt með þetta. Og það er líka það fólk sem er kannski mestri hættu að verða kulluninni að bráð. Og það er svolítið gaman og við gerum það í streituskólanum að safna streitur á þeim og heyra bara hvað fólk gerir. Og þá er margt svolítið skrítið það líka og margir finna slökun í heimilistörfunum, finnst róandi að strauja. Það er mjög róandi að prjóna og þetta eru líka hluti sem við erum að nota allan heilan við, það er lykt og bragð að minna saman og talning og minni, þannig að heilin er allir í notkun, það er mjög hollt fyrir heilan að prjóna og hekla. Og það er svona hlutir sem er gott að nota sem einföld en öflug slökunarráð, og ef maður fyrir inn í líkamann þá þekkja allir þetta með fight and flight sem talar þegar streituhormónin fara á flug og keyra okkur áfram, og það er orkufrekt ferli og eyðir orku og eyðir efni, og það er algjörlega sjálfvirkt í okkur. En það er til fleiri hormón, og það er til hormón sem mætti kalla á íslensku hvíldarhormón, og það er ekki en sjálfvirkt, og það er talið að það vinni ekki nægilega vel nema maður komist í ró. Það er líka framleitt í nýrnahettunum, en það er mjög öflugt og það er uppbyggilegt fyrir vefina og er eins og besta yngingarleif. En til þess að það virki þá þarf maður að komast í þessa ró. Það þarf þá að æfa sig í því. Í raun. Já. En þeir sem eru svona eiga erfiðast með að kyrra hugan, hvað ráðalegur þeim? Já, þeir þurfa nú líka að finna sinna leiðir og þeir ættu að vera opni fyrir því að kannski er þá ekki að leggja sig eða lesa bækur eða hlusta á tónlist, þeir þurfa að finna eitthvað sem er meiri virkni í, eins og til dæmis að synda eða fara í gönguferðir eða taka þátt í einhverju sem er slakandi, eins og til dæmis að syngja í kór eða fara á námskeið í einhverju. Og mér finnst til dæmis mjög góð hvíld í því að skipta hlutverk. Til dæmis ef ég verið að læra spænsku, það ger ég, og það er svona eitthvað allt annað en ég ger á daginn, og þá er ég ekki alltaf við að lesin heim og er svona tossin í bekknum sem er mjög mikil hvíld í. Já, ok. Já, segi kennan, já, þú er ekki lært heima í dag, Ólafur. Í vinnunni þarf ég að vita allt og kunna svör öllu. Mjög gott að fara í tossalhutverki. En skemmtilegt. Já, góð hvíld í því. Já. Og maður getur líka á meðan þú sýnir mildi. Sumir væri kannski á hörkunni og myndi ekki meika að vera tossi, svo í slettinu. Já, en ef við tölum við mildina strax, að við höfum heyrt það að kenningarnar snúist að sá sterk í sigri, að sá hæfast í vinni, eins og Darwin á að hafa sagt survival of the fittest. En mannfræðingar og sálfræðingar í ákvæðri sálfræði sem eru að rannsaka þessa hluti, þeir telja núna að þetta sé ekki sterkastaflið, harkan sé það ekki, heldur mildin. Og hvaðan koma þessar hugmyndir? Jú, þegar að verða að skoða félagslegu heilsuna og setja hann í samhengi við hvernig heilin starfar, og þá kemur í ljós að eru tengingar á milli taugakerfisins og hormónakerfana sem hafa miklu meiri mótandi áhrif á hegðun en við heldum. Og þið heyrið þetta í fjölmiðlunum í dag, það tala vagusmeðferðir og svona, þannig að það er ein taugin og þarna er sem sagt að uppgötast í taugunum og í hormónunum hegðunumótandi áhrif, en þau hafa alltaf sama markmið. Það er að styrkja hópin saman okkur í því sem við gerum, mynda meiri tengsl, nálgast hvert annað meira. Og þess vegna þessi kenning komin að mildin sé kannski skipti meira máli. Og í heilanum er líka uppgötast að heilin vinnur svolítið með eins og hann sé búið til app. Það sé app fyrir þessa tegund af samskiptum og annað app fyrir
aðra tegundir af samskiptum og þessi þau vinna líka svona, þau eru alltaf að reyna að tengja okkur saman á jákvæðan hátt. Og þetta fellum vel inn í kenningar barnið, hvað það skiptir miklu máli fyrir hópinn, hvað slakandi fyrir hópinn að sameinast velferð barnsins. Og stundum var sagt áður að heilinn í manninu var svo lengi að þroskast að maður kemist ekki heima fyrir 18-25 ára, en nú eru kenningarna meira á þann veginn að kannski þörfin fyrir barni mikilvæg fyrir hópinn líka, að vera sameinaður lengi. Akkurat, mjög áhugaverðir hlutir og jákvæðir. Já. Og að sýna sér mildi þá nú bara andstaðan við að sýna sér hörku. Já, ef maður segir það í grófum dráttum, já. Að það að vinna saman, það að standa saman, sé mikilvægra heldur en að vera svo frekasti sem að rífur hópinn. Já. Skemmir samstöðuna. Já. Og samskipti var náttúrulega eitt af þessum 4 markmiðum sem nefndir. Já. Að þá í raun og veru bara að passa einangrast aldrei félagslega. Já, og það bara, mannskepnan félagsfera. Og það það sem gerist til dæmis í geðsjúkdómum ef maður með slæma kvíða eða alvarlegt þunglindi eða illa haldin af streitu, þá hafa flestir tilhengt þess að einangra sig og þeir sem eru allt og streittir, þeir finna það, þeir verða minna leiknir í samskiptum. Yeah. Þannig að þarna svo mikilvægt að reyna að styrkja þennan þátt sem eru samskiptin. Og hvert var 4? Við erum komið með Við erum komið með mildina og samskiptin og kvildina. Og jákvæðni. Og jákvæðni. Það var, já. Ég hef verið að reyna að breyta orðinu áhrifavaldur í jáhrifavaldur. Já, það hljóma vel. Já. og hvet fólk til að vera jáhrifavaldar í eigin lífi. Já. Og jafnvel lífi annara, ef að vera góða fyrirmyndir. Já. En hvernig, hvað ég var að segja, jákvæðni heldur að fólk sé misjafnt að upplægi? Varðandi jákvæðni? Þetta eitthvað sem við fáum í vöggugjöf eða þetta hvernig við mótumst í æsku? Já, þetta nákvæmlega svona. Við fáum eitthvað í vöggugjöf og þessar rannsóknir sem ég að vitna í, það benda til þess að við fáum kannski meira í vöggugjöf sem skrifað í erfðaefnið en við heldum. Okay. Þannig að við fæðumst með ákveðna svona grunn eiginleika og síðan þroskast þeir og breytast og hvað var það félagslegu heilsun og samskipti og jákvæðni, það náttúrulega skipta fyrirmyndinar mjög miklu máli. Fyrst foreldrarnir og fjölskyldan og svo skólasískin og svo vinirnir og svo kærastan og kærastinn og svo vinnufélagarnir og makinn og ég held að orðið fyrirmynd sé líka orðið sem að maður myndi vilja halda upp á í svona umræðu. Það svo sterkt að geta að vera fyrirmynd í einhverju. Af því að ég veit að þeir sem í svona ráðgjöf eins og þú og ég, við erum ofta að hugsa hvernig getum við fengið fólk til að gera eitthvað sem þetta gera en gerir ekki. Og það eins og í uppeldinu. Þannig að fyrirmyndin sterk aðferð til þess að hafa áhrif og þú getur þannig fæðst neikvæð en orðið jákvæðir að móturinni í uppeldinu. Held ég. Já. En svo hefur aðeins verið talað eitraða jákvæðni. Já. Hvernig hver eru mörkin á milli þess að vera jákvæður og að það verði í raun og veru á neikvæðan hátt? Já, ég hugsa að það sé kannski minna bundið í persónugerðina, það er kannski meira hvernig við beitum okkur. Og stundum viljum við vera neyðarleg og stundum viljum við vera einhvern veginn kaldhæðin. En eitt sem kemur upp í hugan á mér varðandi svona þætti sem hafa með persónugerð og hegðunarmunstra að gera eins og kurteisi og jákvæðni og neikvæðni og hvernig maður nær sínu fram að eitt sem við höfum lært varðandi streituna að þegar maður í einhver sem ætti kalla kulnun og fann að líða illa og sefur illa, hvílist illa, kannski orðin eitthvað kvíðin og spendur að þá nú eins og við séum ofta ekki besta útgáfan af okkur. Þannig ef ég hef tilhengt að vera neikvæður, þá verð ég meira neikvæður ef ég er stressaður. Og ef ég hef tilhengt að vera þá verð ég það líka undir álagi.
og við sjáum þetta oft í meðferðunum þegar fólk kemur inn í ráðgjöf eða meðferð og það einhvern veginn allt í steik í samskiptunum og manni finnst kannski persónan svolítið erfið að þegar að líðanin er orðin góð þá er það bara allt önnur persóna. Það er alltaf merkilegt að sjá það. Þá kemur aftur þessi hlýja og leikni í samskiptum og jákvæðinin. En hvernig skilgreinir streitu eða við? Er einhver svona formleg skilgreining? Nei, það er það í raun og veru ekki. Þetta er ennþá það mikið til rannsókna en ég get samt sagt mikið það til þess að svara þig. Að við notum orðanótkunna streita sem er þýðingaorðinu stress og það er það sem við þekkjum öll. Það er bara ákveðið form af þreytu og einkennin væru þá þreytueinkenni og þau lagast ef maður hvílir sig. Það er stig 1. Stig 2, það myndum við kannski kalla kulnun sem getur verið mjög breytt. Það getur verið bara eitthvað sem er tiltölulega milt yfir það að vera nokkuð trublandi og jafnvel farið að trubla vinnu. Og flest okkar þekkjum eitthvað form af kulnun sem kemur og fer. Og kulnun er þýðing á orðinu burnout sem er orð úr vinnusálfræði og er lýsandi hugtak. Og þá er maður með líðan sem er þreytan en þá komir svona kannski hætt á hvíldaleysi og svefntruflanir og stundum einhver konar depurð eða kvíði og svo líður manni betur inn á milli. 3. stigið er síðan sjúkleg streita og það er sjúkdómsgreining innan geðlæknisfræðinnar og er nokkuð vel skilgreint þar og þá er maður komið með þessi einkenni en að auki einkenni það sem við kallum vitræn einkenni að maður á erfitt með að einbeita sér, maður er gleymin og það er veruleg truflun af líðaninni, vanlíðaninni og þá er maður stundum orðin óvinnufær eða illvinnufær. Já, og oft fær þetta fólk líkamlega einkenni. Og mjög mikið líkamlega einkenni og til að segja eitthvað þá er það oft skrýtnir hlutir, ekki bara vöðvabólgan og verkirnir heldur suð fyrir eyrunum og hjartsláttaróþægnd og þyngsli fyrir brjóstinu, mjög mikið trublandi og svona óttavekjandi líkamlega einkenni. Þannig að þetta er þessi 3 stig. Já. En hvað kom til að þú stofnaði streitu skólan? Já, það var þannig að ég var búin að vera heima eftir sérnámið í tæpan áratug og var svolítið að þreifa fyrir mér í fræðslu og ég hafði mikinn áhuga á streitinu og hún var ekki mikið til umfjölluna þá. Hvenær var þetta? Þetta er bara þetta er 2001 og þá hætti ég á Landspítalanum og mér fannst ég ekki einhvern veginn geta unnið eins og ég vildi þar og ákvaða að stofna fyrirtæki og fara að vinna sem geðlæknir og í fræðslu og fyrirtækið heitir þá Forvarnir og þá vildi ég að Forvarnir myndu halda svona fræðslukvöld og ég auglýsti bara svolítið brattur í Morgunblaðinu kvíði þunglindi umræður og það kom enginn. Fólki kannski svona með fordóma og hrætt. Já, þetta var svolítið held ég of sterkt þannig að ég hugsaði með mér ég þarf að hafa eitthvað annað, ég þarf að hafa eitthvað mildara einhvern opnari glugga inn í þennan heim. Þetta eru 20 ár síðan, það var talsveit öðruvísi þá og þá var ég það var búið að vera bakskóli á Íslandi sem var vinsæll og vakti athygli og ég sagði með streituskólinn er svona svolítið fyndið nafn, er maður að koma til að læra að vera stressaður eða læra að slaka á og ég bara gerði þetta svona og auglisti námskeið og þá bara mættu 38 konur og 1 karl og hann fór í hlénu og sagðist að skipta dekk á bílnum og þannig var þetta þá og svo hefur þetta gjörbreyst eins og við vitum öll og streituskólinn hefur þá í raun og veru þar hafa verið ráðgjafar með mér af ýmsum heilbrigðisstéttum og við höfum þá verið mikið ráðgjöf út í fyrirtækjum og vorum svona eiginlega þeir fyrstu sem byrjuðu í því sem heitir núna sálfélagsleg vinnuvernd sem er 1 af 5 þáttum vinnuverndar og er í raun og veru forvarnar hugsun. Já, það er frábært. Mér finnst forvarnar nefnilega svo mikilvægir. Já, í staðan fyrir að vera alltaf að slökkva og elda. Já, ég sammála því. Og það er mjög gefandi þegar maður hefur séð veikindin að sjá árangurinn af forvarnunum. Eru forvarnirnar helst á vegna streitu?
umfjöllunin streitu afar heppilegis að tala andlega líðan eins og kemur svolítið fram í sögunni. Það allir til í að tala streitu. En fræðsla þessu tagi við notum kenni orðið við segjum fræðsla til forvarna sem við notum við erum að vinna inn í heilsuvernd sem að vinna öllum þáttum heilsu og þá tölum við líka forvarningi að kvíða og depurð og svo viljum við líka tala mikið vímuefnaforvarnir og áfengisforvarnir sem afar mikilvægt að tala Já. Það sennilega með því mikilvægasta sem getur rætt varðandi forvarnir til að kemur að geðheilsu. Hefur við ekki tala bara aðeins það? Það var einu spurningunum mínum, því að þú hefur skrifað áhrif kannabis Já. Á heilan Já. Og nú hef ég ekki tölur. Ert þú með einhverja tölur yfir eins og á Íslandi yfir, en nú veit ég ekki eins og hvert ég fara með þetta en ég hef séð til dæmis eins og í Bandaríkjunum að þar sem búið að lögleiða kannabisefni, þar hefur kvíð og þunglyndi aukist 400% og eitthvað svona svakalega tölur. Það nú með svona flókna hluti að eins og vímuefnanotkun, við getum ekki hort fram hjá henni. Við erum með löglega notkun á áfengi. Við erum að prófa okkur áfram núna með að lögleiða önnur vímuefni og helsta röksemdin fyrir því ekki læknisfræðileg. Hún meira þessi, okkur hefur ekki gengið vel að umgangast vímuefnin. Ættum við að prófa að löglega þau. Við sem vinnum við þetta, við erum mjög hikandi með að löglega þetta. En maður gæti sagt áfengi að ef það kemur á markaðin í dag, þá yrði það sennilega bannað. Það ekkert, það engin forvörn eins öflug eins og ef við værum alveg án vímuefna. Áfengið, það veldur miklu meiri þjáning og kostnaði heldur en kannabisefnin. Og það hefur verið röksemd þeirra sem vilja löglega kannabisefnin að þessum sé það betra. Þetta er snúið en það sem að áfengi gerir við heilan að það truflar hann verulega, sérstaklega framheilan og í honum býr þetta sem kannski hefur með að gera samskipti og mildi og raunhæfni og þetta við óhóflega notkun eða? Já, jafnvel við það sem þú myndir kalla hóflega notkun. Já. Það eitt sem að ég hef uppgötað sem svona í mínu reynsluheimi sem hefur komið mér á óvart. Ég fæ mikið á ungu fólki 18 til 25 ára. Það hlustar mjög vel á geðlæknin. Þetta fólk að koma út af því að það ekki alveg búið að ákveða sig hvað það vil gera í lífinu. Það svona spenna og óvissa og það stundum með kvíða og depurð eða einbeitingartruflanir. Það mjög oft að nota mikið áfengi. Ekki þannig að maður geti sagt að það væri alkoholismi. Það mjög oft að fikta í kannabisefnum. Og það alltaf fyrsta ráði hjá geðlækninum að segja, væru ekki til í að minnka þetta, væru til í að prófa jafnvel að gera hlé. Og mjög margir gera það. Og það kemur í ljós svo góð breyting. Já, finna allir í ákveðan mun. Já. Og þetta svo stórt efni því að eins og ég segi, við notum áfengið og við erum á leið inn í því að lögleiða fleiri vímuefni en þetta eru varasam efni fyrir heilan. Hvað gerist í heilanum eins og með kannabisnotkun? Kannabisefni hefur róandi áhrif og svo hafa þau áhrif á vellíðuna stöðvar heilans. Og þarna þetta búa til ýmsar tengingar því að núna til dæmis mikið verið að fjalla ADHD-meðferð og við sjáum það að við erum að nota mikið meira af lyfjónum heldur en áður. Mikið meira og við erum á Íslandi að nota meira af þessum lyfjum heldur en við annar staðar. Og ein nálgun þegar maður að ræða þetta hvað sé best að gera er að hugsa þetta hvað erum við að gera ef við erum að nota meira efni sem hafa áhrif á veljan. Þú heyra að ég ekki að tala meðferðina á athyglisbrestinum. Það bara önnur umræða. Þessi efni hafa áhrif á veljan. Og ég velti svo mikið fyrir mig vegna þess að
tengt þessu spurningin af hverju streitan að aukast hjá okkur og kulnunin. Og ef að það vegna þess að við eigum erfiðara með að aðlaga okkur að álaginu og áritinu, það þá besta leiðin að fara að nota efni, hvort sem það heita vodka eða viski eða cannabis eða jafnvel amfetamin líka efni, það rétta leiðin til þess að fyrir heilan til að takast á við þetta. Við erum líklega bara að deyfa heilan en ekki að vinna í rót vandans eða? Já, með sumum þessum efnum erum við að deyfa heilan en með öðrum erum við að hafa áhrif á sjálf vellíðunina. Og ef við tökum bara vellíðun sem umfjöllunar efni og þú gerir eitthvað sem að þú veist að veitið vellíðan, einhver hreyfing eða einhver hópur við eldhúsborðið eða einhver tindur sem þú stendur á í sumar, þessi vellíðana tilfinningu svo sterk, ef að þú getur nú í framtíðinu meira að fengi hana bara í einhverjum efnum, það besta leiðin? Hættu við þá að vilja fara á fjallstindin, meinar þau? Já, ég meina að þetta svolítið áleitna spurningar og en ég held reyndar að heilin hafi alveg óheyrilega mikla aðlögunar hæfileika þannig að heilin muni alveg ráða við þessar tæknibreytingar sem við erum að takast á við. En þetta svona umhugsun efni, hvernig við stýrum samspili heilans við það sem í kringum okkur og hvaða efni í boði. Já, en af hverju, sko, að því að nú ég ekki sammála, ég ekki hlynnt því að lögleiða kannabisefni. Nei. Og en þeir sem eru að berjast fyrir því, hver eru rökin þeirra fyrir að þetta eigi að vera löglegt? Af því að það búið að sýna fram á svo mikið skaðsemi þess, það ekki? Jú, ég held að sko, það eru sterkur rök að reyna að afglæpavæða þennan markað. Við skulum átt okkur á því að þetta svartu markaði sem virkilega býr til nýja viðskiptavinni og ítir á eftir að fólk kaupi þessi efni. Það er mikið leið fyrir ungan einstakling sem að leiðast inn í heim vímunar, það að hann verði glæpamaður og fái enga meðferð. Og það náttúrulega gengur ekki þegar við erum með það mótil að þetta sé sjúklegt fyrirbæri. Þá þurfum við frekar að reyna að veita meðferð og ná fólki nú ertu ennþá meira þetta, heyrðu það? Ná fólki út úr glæpaheiminum og inn í einhvers konar meðferð og ráðgjöf. Já, kannski ein hliðarspurning bara að því með datta í hug, fíkn. Já. Hvað er fíkn? Fíkn löngun í efni sem breytir upplifun og líðan og hegðun. Og það svolítið merkilegt í fræðunum að áður héldum við, til dæmis varðandi áfengisfíkn og sennilega gildi það fyrir alla fíkn. Hún svolítið skild af því að þetta svona áhrif á sömu stöðvar í heilanum. Það var talið að sumir gætu orðið alkohólistar og aðrir ekki. Og við sjáum það að sumir þurfi ekki að nota áfengi lengi til þess að verða fastir í því. Og þá var þetta einhvern veginn skipt í tvö hólf, maður gæti verið með ofnotkun á áfengi og svo var maður alkohólisti. Núna hort á þetta sem einhvers konar stigun. Það byrjar sem einhver vandamál í drykkjunni og svo að lokum maður orðin alkohólisti sem að felur eiginlega í sér að maður sé komið með svona einkenni sem eru læknisfræðileg eins og maður hafi bara ríka þörf og löngun í efni, get ekki lifa án þess og það fyrir að stjórna lífum hans. Og í raun og veru orðin geðveikur. Yeah. Mér finnst ég unni mjög mikið með fólk með alvarleg geðhvörf, með alvarlegan geðklófa, sterkan slæman kvíða, þetta eru alvarlegustu geðsjúkdómanir sem geðfatla fólk. Mér finnst samt geðveikin sem kemur af vímunni þegar hún langt gengin alvarlegust. Yeah. Því hún breytir persónni svo mikið og eyðileggur samskiptin. Það er náttúrulega líka til fíkn í svo margt. Þú veist að maður farin að heyra fíkn í náttúrulega áfengi og vímuefni en líka bara í mat og í útlitsdýrkun og alls konar fíkn og hreyfifíkn og ég veit ekki hvað kynlífsfíkn og maður heyrt spilafíkn.
Já. Þetta alltaf sama að gerast í heilanum? Líklega það ekki, en þetta, samnefnarinn þetta, við erum að leita eftir vellíðuninni. Já. Og þá komum við aftur inn á þetta, hvernig eigum við að gera það, og það það sem held ég að lífstíl umræðan snýst allt hvernig getum við fundið vellíðanina eða aðferðina til þess að okkur líði vel. Það snúið og það svolítið einstaklingsbundið. Stundum sagt að við sem að leita eftir gervilausnum, það kannski stundum eitthvað til í því. Finnst þér margt, ég kannski vaður einu í annað hérna, en hérna, finnst þér margt hafa breyst síðan þú byrjaðir? Hafa geðsjúkdómar breyst? Greining, eru sjúkdómar sem voru algengari, orðnir sjaldgæfari og eitthvað sem fyrir vaxandi? Þetta spurning sem mjög áhugaverð vegna þess að við höfum greiningakerfi í geðlæknarnir þegar við erum að greina geðsjúkdómana og þá maður að reyna að aðgreina og kannski ekki reyna, það verkefni okkar að aðgreina hvað sjúklegt og hvað ekki sjúklegt. Og hvers vegna það mikilvægt? Jú, vegna þess að þegar það flokkast sjúklegt þá til meðferð við því. Og við notum 2 greiningakerfi sem eru mjög flókin og annað amerískt og hitt evrópskt og þau eru endurskoðuð reglulega með 3 til 10 ára millibili, 5 til 10 ára millibili og þau hafa breyst alveg mikið á þessum tíma og breytingin kannski þannig að það hafa fallið burt greiningar, það hafa virkað út greiningar, maður getur verið meira á rófinu með ýmislegt núna, það eru kostir og gallar við svona, það þýðir samt að fleiri greinast og fleiri fá meðferðir og þá þarf maður að vera vissum að það sé ekki skaðlegt í meðferðunum. Yeah. Og svo í 3. lagi þá hafa greiningarna breyst þannig að það hefur orðið svona tilfærsla hópum. Þeir sem fengu þessa greiningu fyrir 20 ára síðan, þeir fá aðra greiningar í dag. Og þetta sennilega vegna þess að fræðin á baku greiningarnar eru líka að breytast. Já, við erum fann að skilja bara betur. Já. Þegar ég var í Sennam í Svíþjóð, þar sem verið að passa sérstaklega upp á það að ungi læknirinn fái að sjá alla tegundir af sjúklingum, á 10 ára tímabili hitti ég 3 sjúklinga með ADHD. Já, og í dag hittur á daglega kannski. Í dag fæ ég 4 tölvupósta á hverjum einast degi þar sem að einhver sem ég þekki ekki að biðja að fá að komast í greiningu meðferð. Vá. Þannig að þetta hefur gjörbreyst. Já. Vá. Og þá vitum við ekki alveg nógu vel, það bara tíðnin eða það hvernig við skilgreinum hlutina eða eitthvað að gerast í heilanum og þetta bara mjög stórt rannsóknarsvið sem mjög merkilegt að fylgjast með. Já. Gæti það líka verið bara þetta, við erum ekki að taka okkur þessa hvíld? Ég held að þetta skiptir miklu máli. Ég held það sjálfur, vegna þess að maður sér þegar maður hittir fólk sem mjög illa haldið af kulnun, það yfirleitt komið með alvarlegan athyglisbrest sem að lagast svo. Og meðan að ADHD skilur lífslangur sjúkdómur og talið vera þroskasjúkdómur. En einkenni geta verið mjög lík. Og það þarf svolítið lækna til að greina þarna á milli og það eiginlega það versta sem getur komið fyrir sjúkling sem orðin ör og svefnlaus og illa haldinn af álagi og komið með greiningum sjúklega streitu. Hann má bara alls ekki fá ADHD lyf. Af því þau eru örvandi. Já, hann verður bara geðveikur. Og við sjáum þetta því miður stundum gerast. Og þetta gott að geta að tala þetta því þá skilur almenningur betur að hverju við læknar viljum vera mjög varkári með öll geðlyfin því að það getur snúist í höndunum að manni hvernig þau eru notuð. Já. Varðandi ADHD, mér finnst þetta svo áhugavert. Þetta taugaþroskaröskun. Já, rétt. Og því sem ég hef heyrt og lesið þá raun og einhverja tengingar í heilanum sem ekki að virka eins og það eiga að virka. Já. Þessi lyf, þau hjálpa til þá við að tengja þessar brautir eða hvernig sem það Já. En hvað hægt að gera annað? Það hægt að gera mjög margt. Ef við erum nú að tala um athyglisbrest, einkennið athyglisbrest hjá þeim sem hafa ADHD, þá þetta þannig að ef ég aðeins sýni hvaða læknisfræðin getur stundu verið ófullkomin, þá vitum við ekki ennþá hvað það sem bilað í heilanum.
En það er eitthvað í þroskaferlunum í þeim stöðum sem eru í djúpheilunum og vinna fram í framheilan og stýra einbeitingunni. Og það vita svona hvaða boðefni þetta eru og svolítið staðsetningarnar en við þekkjum þetta í raun og veru ekki nægilega vel. Og þroskaröskun þá er hún náttúrulega eðlilega mest truflandi hjá börnum. Og við sjáum þar að þegar þau fá lyfin að þá er árangurinn ofta alveg gríðarlega mikil. Og síðan þegar það er farið að tala um þetta hjá fullorðnum að þá er sjúklingahópurinn meira blandar. Það geta verið þeir sem eru búnir að vera með ADHD allan tíman og það er þá líklegast, og ekki fengi greiningu eða meðferð, það er þá líklegast að þeir fái mikið gagna lyfjónum. En í þessum hópi fullorðinu sem eru með athyglisbrest en ekki endilega með ADHD, þar er árangurinn miklu lélegri. Þannig að þetta er svolítið flóki greiningarlega séð og greiningatæknin á ADHD er talsveit snúin og sömuleyti svolítið ófullkomin. Það eru einkennamælingar og það eru læknisfræðilegar greiningaraðferðir. Spurningalistar sem eru einkennamælingar sem að sálfræðingar gera oft, en það er ekki nægileg greining. Það þarf að fara fram læknisfræðileg greining líka. En okkur vant að það er ekki til neitt blóðpróf eða myndatak af heilanum en þá eða neitt svoleiðis. Þannig að þessar greiningar eru ekki orðnarins góðar eins og við viljum hafa þær og þær eru mjög tímafrekar. Og margir á biðlista eftir greiningu. Já, því miður, það er þannig. Og það hefði verið mikið betra að geta skimað og greint fólk mjög fljótt til að gefa fólki bara strax upplýsingar hver er eftir að fara á lyf og hver er ekki og reyna að flokka þetta strax því að fólki sem býður það viss hætta á að það gera ekki neitt á meðan og þá kemur þessum sem þú varst að spyrja. Það er hægt að gera svo margt til að þjálfa einbeitingu. Nú er ég að tala um fullorðna, börnin þurfa ofta að fá lyfin. En ef það eru núna einhverju fullorðnir að hlusta sem eru á biðlista eftir greiningu eða bara grunar það sé með ADHD, hvað getur það gert bara strax í dag til þess að svona... Meinarðu til að komast framar á biðlistina eða hvað það getur gert? Nei, bara til að líða betur og finna þessa veljiðan og kannski minnka einkennin. Já, til þess að minnka einkenn. Ég held að það er mjög gott fræðsluefni hjá ADHD samtökunum á Íslandi og það er mjög mikið á netinu og margir skoða þá að mikið gagnaði og það er meira sér til æfingar. Það eru til sálfræðilega meðferðir. Það eru náttúrulega tímafrekar og dýrar og eru ekki alltaf eins áhrifamiklar og maður hefur viljað. Stór hluti af þeim sem eru fullorðnir og eru á biðlista með ADHD eru með aðrar ástæður fyrir einbeitingartruflunni. Langlíklegast er það einhver álagsfyrirbæri. Þannig að þá getur maður fara að tala um þetta að fólk skoði það, hvernig það hvílir sig og hvernig það beitir sér og það getur oft haft mikil áhrif. Og annað sem hefur verið svona mikið í umræðinu, ADHD er náttúrulega mjög mikið í umræðinu en kulnun sem þú voru aðeins nefnt. Þetta er líka eitthvað sem hefur aukist gríðarlega. Mjög mikið og við höfum líka fengið gagnrýni þar að við séum að ofgreina það og það má alveg vera en það sem er öðruvísi þar er að þar eru ekki notuð lyf. Það er mjög lítið verið að nota lyf í meðferðum gegn kulnun og sjúklegri streitu. Það er stundum verið að nota svefnlyf eða einhver þunglyndislyf eða svona mildar, stuttar lyfjameðferðir. En það er ekki eins og í ADHD að maður er að setja í gang kannski lífstíða langa meðferð. Þannig að það er hægt að gera greininguna fljótar og það er hægt að hefja meðferðina strax. Hún felst í ráðgjöf og stuðningi. Finnst þér ennþá vera fordómar í samfélaginu varðandi geðsjúkdóma og svona? Þetta er snúin spurning. Þegar þess að þessum 20 árum eða svo, eða lengra, þá hefur þetta gjörbreyst. Og það eru ótrúlega margir bara einstaklingar á Íslandi sem hafa unnið gott starfi því að minnka fordóma og stígi fram og sagt frá sínum sjúkdómum. En við mættum að ná enn lengra. Og ég held að mér finnst svona, það er mikið meiri umræða í dag geðsjúkdóm og geðheilsu. Þannig að fordómarnir eru miklu minni en
En það sem mér finnst vanta upp og það er þetta að maður skilji þetta einfalda dagstæðlega sem hægt að gera til þess að hafa góð áhrif á geðheilsuna. Það er þess að forvarnar aðgerðir sem við erum að tala núna. Eru lyf, hjálpa þau alltaf geðsjúkdómum? Ég veit að það er til mjög mismunandi geðsjúkdómar, náttúrulega alveg bara rosa dreift. En er lyf alltaf það fyrsta sem geðlæknir hugsa Já. Nei, alls ekki. Aðal verkværi geðlæknisins er viðtalið sem er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri og það gerist svo margt í því og það getur verið stuðningur, það getur verið fræðsla, það getur verið skilningur, það getur verið umræðum lyf, það getur verið háþróaðar samtalsmeðferðir. Þannig að aðalvopn geðlæknisins er viðtalið og það fyrsta sem geðlæknin hugsar það er náttúrulega veltaði fyrir sig er einhver sjúkdómur hér, er einhver sjúkdómsgreining og hvernig einstaklingur er þetta? Það er mikil munur að tala við ungan eitulega leitanda eða aldraða kvíðna konu og því að það skiptir svo miklu máli strax í fyrsta samtalinu að það myndist samvinna. Og svo fyrir maður að hugsa lyfin, stundum eiga þau við og það er bara mjög flókin kafli í okkar námi og við erum með lyf sem eru miklu, miklu betri enn fyrir 20 árum síðan en okkur finnst oft við myndum vilja hafa beittari lyf. Það er til ágæðslyf í geðklofa, þau eru bara mjög nauðsynleg þar. Það er mjög góð lyf við þunglindi og kvíða. Það eru ekki til eins góð lyf við þráhyggju, áráttu þráhyggjusjúkdóm. Það eru til lyf við Alzheimer sjúkdóm sem er geðsjúkdómur. Já, það er geðsjúkdómur. Það er flokkað þannig. En þau eru ófullkomin, minnislyfin eru ófullkomin. Þannig að okkur finnst við gjarnan myndu vilja fá betri lyf. Það eru til lyf við ADHD sem eru ekki örvandi lyf, ekki amfetaminlík lyf. Það er til eitt svoleiðis lyf á Íslandi, það sér hafara heldur en örvandi lyfin og er talsett meira og meira notað. Já. Þannig að það verður ekki verið neitt sérstaklega svona hröð þróun í geðlyfja uppfinningum og framleiðslu síðast áratugin og við kennum stundum COVID en ég held að sé eitthvað fleira. Þetta er dýrt að þróa svona lyf og miklar rannsóknir sem að liggja baki. Svo hefur verið að þróa lyf úr sveppum, ekki? Svona psilocybin og hvað sem þetta heitir, sem hefur sýnt ágætis árangur. Já. Er það eitthvað sem að þú sérð framtíðina geti hjálpað? Já, og það er þá inn í þessari hugmyndafræði að við finnum eitthvað nýtt og það er nú oft í lyfjafræðinni almennt að það koma hugmyndir úr náttúrunni. Þetta hefur verið gert áður. Það má segja að geðlyfjafræðin byggir á hluta til á grunni það hvernig þessi gömlu efni, ópíötin og svepparnir og ofskynjunarlyf og hegðunarmótandi efni virka á heilan og við verðum bara að bíða og sjá, það eru rannsóknir í gangi af því að við þurfum að setja þetta inn í þessi ferli að gera stranga rannsóknir til þess að skoða þetta og þeir sem tala fyrir þessu, þeim finnst þetta ferli ganga hægt. Við sem erum orðin eldri eins og ég, við vitum að ekki nýtt undir sólinu og þessi umræða var í gangi. Hún hefur verið á þessum 20 árum sem við erum að tala núna í gangi í 2 tímabilum áður og þar leitið það ekki til mikilla nýjunga. En það er svo alltaf, maður vil fara varlega. Já. En kannski við förum örstuð líka í kvíða og þunglindi þegar þú nefndi það hérna rétt á það. Finnst þér það líka hafa aukist? Það er til ágætar rannsóknir á þessu. Svona í heildina í heiminum þá er tíðni sjúkdóma eins og geðklofa og þunglindis, alvarlegri þunglindistegunda og kvíðasjúkdóma, það er óskup svipað. Það hefur ekki reist mikið. Þetta eru kvíði og þunglindissjúkdómar eru náttúrulega með algengustu geðsjúkdómum og þurfum alltaf að passa upp á þá að þeir verði ekki út undan og það er yfirleitt til mjög góð meðferðarúrræði þar.
og miklu fleiri, ekki bara lyfin. Hvenær kvíði orðin sjúklegur? Af því að þú veist, það upplifa nú allir einhvern tíma kvíða. Já, kvíði er algjörlega eðlilegt fyrirbæri. Hann er orðin sjúklegur ef hann er óskiljanlegur, óraunhæfur eða truflandi allan daginn. Svo til óvennileg form af kvíða sem eru truflandi og augljóslega sjúklega, eins og til dæmis mjög sterk þráhyggja. Og maður getur sett skilin fyrir eðlilegt eða óeðlilegt þunglindi svipað með svipuðum orðum, af því að það er líka eðlilegt að vera dapur. Já. En finnst þér þetta tvennt tengjast oft? Ein af greiningunum heitir blanda af kvíða og þunglindi. Þannig að maður getur haft kvíðaeinkenni í þunglindis sjúkdóm og maður getur haft þunglindis einkenni í kvíðasjúkdóm. En í greiningatækninni þá reynir maður að aðgreina þegar maður fer á dýpið í greiningunum af því að það er talið að á bakvið kvíða og sjúkdómana sé ekki alveg sömu orsakir. Hvað getum við gert ef við upplifum depurð og kvíða svona til að koma í veg fyrir að þetta verði alvarlegt? Maður hugsa sér 3 stig. Fyrst mildara form af kvíðaði depurð sem að við kannski þekkjum öll og er skiljanlegur og við áttum okkur á því að það er vegna þess að álagið er mikið eða við erum í sorg eða eitthvað slíkt. Að þá er náttúrulega forvörnin fyrst og fremst að einangra sig ekki, leita stuðnings í þeim kerfum sem maður er í, fjölskyldunni, vinnunni, gæta sín á vímuefnunum og passa upp á svefn og hvíld. Akkurat, svefnin, sko. Og við getum haldið áfram með hreyfinguna, hún á við alltaf. Og ef við sæjum fyrir okkur að maður vera á millistígi, þar er oft komna svefntruflanir, þar er oft svona orðin einhver vanlíðan sem truflar okkur bæði samskiptum eða vinnu. Þá þarf stundum að gera meira, þá þarf stundum að leita til sálfræðings eða fara í stuðningsviðtöl eða meðferðarviðtöl eða jafnvel fara á lyf. Það kemur til greina, þá þarf að meta það í kannski bara í styttri tíma. Og ef maður er komin á 3. stig og ef við tala kannski þá fyrst þunglindi af því að það er aðeins munur á þessum fyrirbærum, þá er bara mjög mikilvægt að maður leiti sér meðferðar. Þá er maður komin í sjúklega alvarlega depurð sem getur setið í marga mánuði og þá er komin hætta á vinnutapi og samskiptaerfileikum og jafnvel uppgjöf. Og af hverju er mikilvægt að leita meðferð? Jú, en lang oftast er til mjög góð meðferð. Horfurnar eru góðar jafnvel í alvarlegu þunglindi. Og þá er oft inn í meðferðinni, altså eitt af meðferðarformum eru lyf. Og þar eru þau bara mjög öflug og maður er bara mjög þakkláttur fyrir þau. Auðvitað hafa lyfin síðan aðra hliðar og aukaverkanir og allt það og svo eru komnar nýri meðferðir eins og það er til núna við þunglindi, alvarlegu þunglindi meðferð sem er segulörfun á heilanum sem er nýjung en samt orðin alveg viðurkennd meðferð. Er hún framkvæmd hérna á Íslandi? Já, hún er framkvæmd hérna á Íslandi og er þá eina af þessum sérhæfðu meðferðum. Það eru til efnafræðilegar aðferðir þar sem eru gefið líf í æð við mjög slæmu þunglindi, það þarf að gera inn á spítala. Það eru ennþá verið að nota rafmagnsmeðferð við sérstökum tegunda þunglindi. Það er minna gert en áður en það getur stundum átt vel við og er ekkert í líkingu við gamlu bíómyndirnar. Þetta er bara nútímaleg meðferð. Þannig að þarna er dæmi sterkar meðferðir sem eru ekki lyf. Það voru mikil framþróun í þunglindismeðferðum, altså sálfræðilegum meðferðum sem við geðlæknarnir og sálfræðingarnir notum. Þannig að þar er Freud komin úr tísku. Hans meðferð var svo dýr og tímafrek. Þannig að við notum það sem er kallað svona styttri tíma samtalsmeðferðis og þekktust að þeim er hugræn atferlismeðferð sem að flestir þekkja orðið í dag. Svo hefur maður líka heyrt EMDR. Já, það er svona sérstök og sérhæfð áfallameðferð sem er kannski svolítið erfitt að lýsa en hún byggir þá ekki bara á að það sé talað áfallið sem getur mjög heppilegt til að fólk á erfitt með og er svona kannski sem er litið skild áleiðslu og virðist vera mjög góð meðferð hjá
fyrir suma miskusti. Þannig að það er alls konar í boði. Þannig að það bara að hugsa vel heilsuna almennt, Já. bara það er raun og veru forvörn fyrir alls konar. Já. Andlega heilsu, líkamlega heilsu. Já. Allt. Mér líkar svo vel að þú notar líka þriðja félagslega heilsuna, því að það er svona minna þekkt og það er svo mikil möguleiki á forvörnum. Þar myndum að setja til dæmis samskiptaerfiðleika af áfengisneyslu. Akkurat. Þar myndum að setja vanlíðan í vinnu út af streitu og svo mikilvægt einhvern veginn að hafa það með. Meðvirkni og kannski eitthvað svona svo líka. Meðvirkni, já. Það er í raun og veru eins og við geðlæknarnir tölum það, þá er það í raun og veru varnarkerfi, varnarháttur, ekki þaulhugsaður og kannski svolítið áskapaður, og það er talað illa meðvirkni sem að mér finnst ekki alveg rétt, því að hún er reyndar frumstæð vörn, en hún hjálpar okkur þegar við erum í aðstæðum þar sem við höfum ekki neina lausnir í sjónmáli, að þá þolir maður aðstæður og þá segir hún, kona drykkjumannsins, þetta er betra núna, drekkur að liti minna, en það er ekki búið að leysa vandann. En svo getur maður ekki notað það sem einu vörnina, því þá koma enga lausnir. Akkurat. Ég spyr sem sagt alla, hvað er heilsa fyrir þér? Já, heilsa er vellíðan. Já. Já. Og til þess að svona gefa þér aðeins sín læknisins á þetta, þá held ég að við skiljum mjög vel virði heilsu. Við sem erum að vinna við það þegar heilsan er farin. En við erum náttúrulega mjög upptekin af hvað maður getur gert sjálf, og við þekkjum ráðin eins og þú gerir, hvað er hægt að gera til þess að styrkja heilsuna. Og samt er það þannig að dæmigerði sjúklingurinn sem að við erum að tala við í dag, hann er oft með ólæknandi sjúkdóm. Hér áður fyrr fannst sjúkdómurinn, ef það var til lækning þá gekk það vel, ef ekki þá gat farið illa. Við erum að meðhöndla fólk við ofhárri blóðfitu, við erum að meðhöndla blóðþrýsting, við getum ekki alveg lækna sjúkdómana, en við erum með ráð og trikk og lyf til þess að halda fólk innan einhverja eðlilega marka sem við heldum að sé skynsælt, og það haldi heilsu. Og þá kemur þetta sem að er kannski svolítið í áttasvari, það er heilsa, það er svona ákveðin upplifun. Ég hitti fólk sem er kannski á 6 lyfjum og það er með 4 sjúkdómsgreiningar, en það segir ég er heilsu góður. Það upplifir sig þannig. Ég get hitt eldri karla sem hafa fengið greiningu krabbamein í blöðruhálskirtli sem er algengasta krabbamein hjá körlum, og læknirinn þeirra hefur sagt þetta er allt í lagi, við vitum þetta er þarna, við fylgjumst með, þeir eru konið með greiningu, stundum þeir ekki einu svona meðferð, og læknirinn þeirra segir við mig, hann mun deyja úr einhverju öðru, en þessi kall, hann getur verið alveg fastur í því hann sem er krabbamein, honum finnst hann heilsulaus. Hann getur þess vegna verið alveg enginn frá þessu. Þannig að þegar ég reyna að svara þessari erfiðu spurningu hvað heilsa, þá held ég að sé líka einhver leyti hugar ástand. Og ég held að þú þekkir það eins og ég, að maður getur vaknað á morgni einhvern dag og manni finnst maður sprækkast í heimi, og svo getur maður vaknað næsta dag og þá finnst maður einhvern veginn allur lasinn og lélegur. Þetta er bara mjög gott svar. Mjög gott. Og hvað gerir þú til að huga þinni heilsu? Já, ég er nú að reyna, og ég orðaði þannig að því að við erum mörgir þeirri stöðu, við gerum kannski ekki eins mikið eins og við viljum. Ég náttúrulega kyrrsetumaður. Ég sit á stól og tala við fólk. Þannig að ég þarf að passa på að hreyfa mig, og mér finnst alveg ægilega leiðilegt að fara í ræktina. En ég hef nú svona gert það stundum, en ger ekki mikið. En ég hreyfi mig úti. Og annarkvort bara einföldum gönguferðum sem ég reyna að fara eins oft ég get, og
og svona lengri ferðum og þá fer ég á fjöll og þá fer ég á skíði og gönguskíði og þá maður líka í náttúrunni íslensku og þá maður oftast innan gott fólk líka. Og svo ger ég eitt sem óvanlegt, ég fer á skauta á svona ferðaskauta þar sem maður fer langa leiðir á vötnum. Og það ekki alveg auðvelt að stunda það á Íslandi, þannig að ég fer stundum til Svíþjóðar með skautana og fer á vötnin þar. Þannig að ég fór á skauta núna í mars og skautaði á 3 vötnum og aðeins út á Eystrasaltið og þá fer maður kannski svona á einum degi 40-70 kilometra. Og svo stoppa maður í einhverju eyju og grilla pilsur yfir Varðaldi. Skemmtilegt. Já, það mjög skemmtileg útvist. Og ertu að gera þetta með einhverjum? Já, þannig maður ekki einn þegar maður þarf að hafa ákveðin bún maður færi niðrum og maður aldrei einn í þessu sko. Þetta líka félagslegt. Þetta líka mjög félagslegt og þetta svolítið gaman að sjá hvernig Svíarnir stunda þetta mjög vinsælt sport í kringum Stokkólm. Þetta fínt sport fyrir fólk sem eldast. Þó maður sé aðeins fann að styrna. Svona eins og gönguskíðin. Eins og gönguskíðin. Þetta mjög svipað og maður notar sko gönguskíðaskóna á skautana. Nú, ok. Maður þarf að prófa þetta. En skemmtilegt. Mér langar kannski að lokum, við erum búin að fara víðan völl, en mér langar aðeins að lokum að spyrja samfélagsmiðlana. Já. Hvaða áhrif finnst þeir hafa haft á allt þetta sem við erum búin að vera að ræða, þú veist, á hugan og heilan? Ég held að sé eins og með öll mannanna verk að þau geta haft bæði góð og slæm áhrif. Og ef ég tala fyrst það góða, að mér finnst gott að nota miðlana til þess að miðla því sem að mig langar að miðla. Já, einmitt. Þú með frábæra pistla eins og ég nefndi upphafi. Já, takk fyrir það og mér finnst líka netið hjálpa mig til að viðhalda tengslum vini og fjölskyldu. Og börnin mín hlusta ekki endilega alltaf það sem ég segja en ég tek eftir að lesa ýmislegt sem ég skrifa til þeirra. Okay. En svo þetta neikvæða og það er óskaplega margt neikvætt á netinu. Og kannski heldur maður stundum að það sé gott að fólk fá útrás fyrir það neikvæða en stundum held ég að verða mikið. Ég líka stundum áhyggjur af því með upplýsingar að það svo mikið af falsefni, ekki bara falsfréttum. Og ég tek eftir því þegar maður er að hefja meðferð til dæmis á sjúklingi sem maður þekkir ekki mikið, þá hann oft búin að fara inn á netið og hann oft með alveg ótrúlega rangar upplýsingar. Búin að googla og við erum alltaf að hvetja fólk til að leita upplýsingum. En þetta snúið sko því að þegar kemur svona flóknum læknisfræðilegum upplýsingum þá það maður líka geta metið og mér finnst að við þurfum að bregðast við þessu læknandi með því að gefa fólki meiri tíma til að ræða þetta. Því að fólk fólk að fá upplýsingar og vill vita er þetta rétt eða ekki. Já. Og svo erum við ekki alltaf með hárréttar upplýsingar en við höfum þá reynsluna og að meta svona upplýsingar. Þessi tími við höfum hann ekki og sérstaklega heimilislæknandi þeir hafa svo ótrúlega stutna tíma með hverjum en þeir myndu vilja hafa meiri tíma til að taka þátt í fræðslunni og taka þátt í umræðinum það sem er á netinu. Við erum stundum þegar við hittum læknar aumir yfir þessu hvað einhvern veginn það er margt einkennilegt á netinu. Já, ég upplifi þetta líka bara sem heilsumarkþjálfi að maður heyrir sko hjá fólki já, ég heyrði þetta hjá þessum og þessum þetta er ekki endilega einu sinni einhverjar sko vísindar rannsóknir á baki eða neitt heldur bara eitthvað sem einhver heyrði einhver tíman varðandi mataræði eða varðandi hreyfingu og djöfla gerir alls konar hluti sem að þú veist, já, í staðan fyrir að pröfa sér bara áfram á sjálfum sér og vita hvernig þetta fer í þig að þá einhvern veginn trúir fólk bara því sem það heyrir að því að kannski eins og þú veist að tala fyrirmyndir að það er náttúrulega til góða fyrirmyndir og svo til slæmar fyrirmyndir og ef að þú lítur upp til einhvers, þá trúir þú bara allir það sem hann segir oft. Og kannski eru sumir samt með bara einhverjar öfga upplýsingar sem er ekki að eiga ekki verið raukast stuð. Já, og það er það og tískan hefur mikil áhrif. Tískan hefur mikil áhrif. Nei, þetta er bara
mikil breyting að því að við erum svolítið að tala um það sem var og það sem núna, það komið hérna óheyrlegt afl í ekki bara fjölmiðlana heldur í netið og það svona opnara og þá þurfum við að móti og ég bara hreinlega veit það ekki alveg hvort að það kennt nógu vel í grunnnáminu svona hlutir eins og gagnrýn hugsun og að meta upplýsingar það er náttúrulega eitthvað sem fólk læri þegar að koma í háskóla og einhver leiti í framhaldsskóla en það er eitthvað sem við ætti kenna meira og er kannski gert, ég veit þetta ekki nóg mikið. Nei, ég þekki ekki alveg nóg, það ætti kannski vera bara í lífsleikni svolítið í grunnskólum. Já. Kannski svolítið. Ég hef verið svo heppin þess að önn er ég búin að vera að pröfa mig áfram með eitthvað sem heitir heilsulæsi. Já, það er frábært hugtak og ég er að reyna að skilja það því að það inniheldur svo margt, en ég held að það sé þetta sem við erum að tala núna, heilsulæsi. Já. Að kunna að nýta sér upplýsingar til heilsubótar. Og meta hvað er gott þú komst með það hugtak, mér finnst það mjög áhugavert. Já. En þá kannski varðandi skjánótkunnina því hún er svo tengd þessum samfélagsmiðlum. Já. Það er alltaf verið að, þú veist, bölvast í og ég er nú sjálf með mín börn, maður er alltaf reyna að minnka þennan tíma sem þau eru í ráftækjum. Já. Heldur að það sé líka kannski að valda bæði aðeins meira einangrun og kvíða og þunglindi af því að þú veist, það er allir bara einhvern veginn ekki í samskiptum svona eins og við, augliti til auglitis. Þetta eru þau að tala saman í gegnum tækin. Já. Jú, það hefur áhrif en ég held að sé kannski sterkt að kenna því einhver mikil áhrif. Þetta er bara dæmi eitthvað sem við breyst og við þurfum að aðlagast og við foreldrarnir erum þá að reyna að stýra því að það sé ekki öfgar í þessu frekar en öðru. En ég sé líka fólk sem er með mikla fælni sem er enn einn kvíðategundin að það getur haft mikið gagnaði að mynda tengst í gegnum tækin. Já, frábært. Og mér er sagt að þegar ungt fólk kemur inn í skurðlæknanám þá sé fyrst spurt hvað þau hafi spilað af tölvuleikjum að því að þau að ná ákveðni leikni í tölvuleikjónum til þess að stýra þessum róbótum sem eru notaðir í skurðlæknanum. Okay. Þannig að það má alveg tala um þetta og jákvæð. Það er alltaf þetta með öfgarnar að það má ekki og ef að tækjanótkunni skyggir á samskiptin þá er það náttúrulega afleitt. Að því að það er kannski höfuð efni samræðan í dag hvað samskiptin eru mikilvæg. Já, ég upplifði þetta bara með son minn að því að ég var svolítið ströng fyrst á þennan tíma eftir að hann fekk tölvu og þá einangraðist hann bara því að allir vinir hans voru í tölvinu og þeir voru að tala saman þar og þá mildaðist ég nú og sá aðeins aðra hlið á sig og nú heyri ég bara þeir eru í skemmtilegum samskiptum, þeir eru að hlæja, þeir eru að þannig að en það má ekki vera þannig þessi alveg fastir og einir og það er þannig aðeins tengt þessu að því að þú ert að spyrja svona hugtök sem er gagleg þá er ég svo hrifin að þessu hugtaki að mannast og við sem eigum börn við sjáum þetta gerast, þetta er svo undravert þetta eru krakkar og óframfærnir unglingar og svo allt í einu og ótrúlega skömmum tíma þá mannastu og eru orðin fullorðin og geta hluti og taka okkur á beinið það er svo gaman að sjá þetta en af hverju að tala um þetta? Jú, þannig er heilin að þroskast. Við erum að horfa á heilan þroskast og hann þroskast best þegar að hvílist og jafnvel sefur þess að er úlingurinn sofandi. En þarna á þessu tímabili sem er einhver stærra bilinu 13 til 20 ára þarna er ekki gott að maður væri alveg fastur í tölvinu og kynntist ekki neinum algjörlega og þarna er ekki gott að vera eitra fyrir heilanum með einhverjum efnum. Þannig að þetta er svo viðkvæmt og mikilvægt tímabil. Algjörlega. Mér langar að enda á spurningu sem að ég kastaði nú aðeins fram til í náðan áður en við fórum að taka upp. Af hverju gerum við ekki það sem við vitum að er gott fyrir okkur? Ég fengi nú Nóbelsverðlaunin til að svara þessu. Ég er búin að hugsa mikið um það. Það er eitthvað í mannskepnunni og það er væntanlega eitthvað sem býr í heilanum. Að við erum leitandi. Við erum að reyna að finna betri leiðir til þess að gera hlutina, til þess að eflast og til okkur líður vel sjálf. Og í þessu ferli er einhver svona tilraunastarfsemi þannig að við séum ekki föst í einhverju munstrum. Við erum alveg ótrúlega uppfinningarsöm og með alveg ótrúlega aðlögunarhæfni. Ég held að þetta sé eitthvað þarna. Það er erfitt að vera á einhverju beinni línu
og einhvers konar svona það er sterkt að segja sjálfseyðingakraftur, en þú veist hvað ég meina. Algjörlega, sko. Og ég þurfi heimspekinga til að svara þessari spurningu, en hérna, ég heyrði svo skemmtilega sögu daginn, svolítið þetta, að það sem gengur illa með að hafa sjálfkeyrandi bíla er að þau taka aldrei séns. Já. Og það stoppar umferðina. Við tökum séns. Svo lendum við stundum í árekstri. Og kannski er þetta einhvern veginn svona með heilsuna líka. Að við erum einhvern veginn víruð svona, við getum ekki verið í einhverju einu förstu móti. En það er önnur hlið á þessu. Sumt fólk segir við mig, ég hef enga stjórn á lífi mínu, ég hef enga stjórn á hvaða sjúkdóma ég fæ, ég hef litla stjórn á örlögum mínum. Og í sinni sterkustu mynd að fólki finnst það bara ekki geta haft áhrif á lífsitt. Og það er oft fólk sem hefur ekki hlotið mikla menntun, hefur haft lítinn stuðningi í lífinu og hefur átt erfitt með að komast áfram. Mér finnst þetta líka of sterk sýn. Ég vil trúa því að við höfum vilja og við höfum möguleika. Já. En við erum ekki fullkomin. Þess vegna skýrði ég hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Já, mér finnst það mjög gott. Af því að bara benda fólki á við getum öll gert eitthvað til að hafa áhrif á eigin líf. Já, og ég held að langoftast getum við gert mjög mikið. Algjörlega. Það eru frábæra lokaorð. Takk kærlega. Takk fyrir að koma. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.